Jú, góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Pæling dagsins. Ég heiti Þórarinn Hjartarson og í dag er laugardagurinn 18. janúar 2025. Nú, ég ætlaði ekkert að vera að taka upp í dag en eins og við sjáum þá er ég komið með nýja myndavél og það er eitthvað sem ég langaði að prófa. Ég har að segja að þið sem eruð að horfa allavega þegar það sjá mig í svona, hvað ég var að segja, nýju ljósi. Ég er mjög spenntur fyrir þessu út af því að ég hef verið að bíða lengi eftir þessum grip en nú verður hún notuð meðal annars til þess að taka upp þessa þætti. En ástæðan fyrir því að ég er að taka upp í dag er að það eru alveg ótrúlega hlutir að gerast í orkumálunum. Og mínir dyggjustu hlustendur vita auðvitað, ég er búinn að vera að setja þessi mál á oddinn núna svona, hvað ég var að segja, undanfarna 6 til svona 12 mánuði. Og það var sérstaklega eftir að ég las aftur reyndar bókina sem ég tala mjög mikið sérstaklega í seinni tíð, sem heitir Why Nations Fail, og reyndar líka þessa hérna sem ég langaði að vekja athygli á, sem heitir Prisoners of Geography. Þetta er eftir Tim Marshall. Hann skrifa líka 2 aðra bækur sem ég er nú með einhvers staðar hérna, en önnur þeirra heitir Power of Geography og hinn heitir eitthvað annað. Ég setja hérna upp hliðina á mér, en sko, það sem er sérstakt við þessar bækur er að Prisoners of Geography er sérstaklega góð. Hinnar 2 eru ekki af góðar, það er alveg þessi virðið að lesa þér, en ef þið ætla eitthvað að skoða þetta þá mæli ég alveg sérstaklega með þessar hérna Prisoners of Geography, út af því að hún er töluvert betri en hinnar að mínu mati. En eins og segi, það er hérna eitthvað sem er að svona gerjast í þessari umræðu og þetta er mjög sérstakt út af því að einhver leiti var þetta búið að útkljá þetta með bæði skoðanakönnunum og svona síðast í kosningum, þar sem að þau svona álitamál sem að snýr, eða þær skoðanir, að þetta væri ekki álitamál það að þyrfti að auka orku, heldur væri það bara þvert á móti, væri næg orka og við þyrftum bara að huga því hvernig við myndum bara nýta hana betur eða dreifa henni betur. Eitthvað sem að heitir, er svolítið svona tálsýn, út af því að sko staðbundið aðgengi að orku er megin forsenda fyrir því að það sé hægt að reka fyrirtækjarekstur eins og út á landi. Það snýst ekkert það að sé til næg orka eða afföll hérna á höfuðborgarsvæðinu, það snýst fyrst og fremst það að sé hægt að nálgast orkuna, sem er náttúrulega eitthvað sem að olía náttúrulega getur betur heldur en raforka nýst. Það er að segja að það er ekki raforku innviðir og þá er engin raforka, en ef þú ert ekki kannski með innviðina þá getur alltaf sótt olíu, út af því að það er hægt að færa hana í gámum eða í flutningabílum segi. En eins og segi, orka er reginforsenda fyrir því að hægt sé að nota innviði og auðlindir. Og það sem hefur náttúrulega verið blessun hér á landi er að hér höfum við bæði aðgengi að rafmagni, út af því að það hefur verið haldið svona nokkuð vel utan þessa hluti þangað til núna svona seinastliðin, hvað ég var að segja, 15 ára eins og Gulli segir að það sé. En svo höfum við náttúrulega líka notað heita vatnið til þess að hita húsin, sem er eitthvað sem við þyrftum miklu meira rafmagn til, eða olíu eða gas ef við ætlum að hita húsin líka. Það sem er reyndar gert vísvegar út á landi eins og á Vestfjörðum, þar er víða kynnt með rafmagni eða öðrum orkugjöfum. En þetta er eitthvað sem að allir vita, og það sem mér langar sko að vekja sérstaklega athygli á hér í dag er nýútgefinn dómur héraðsdóms sem að snýra Hvammsvirkjun. Og þessi sko umræða snýst bæði sko álitaefni er varðar samstarfi Evrópu og svona því reglufargani sem kemur frá Evrópu, sérstaklega núna í seinni tíð, og fullveldi Íslands. Og ég var að pæla í þess aðan út af því að ég var ekki Magnússon, hann sem er núna orðinn umboðsmaður Alþingis eða hættur sem umboðsmaður Alþingis, hann var alltaf fenginn í þessu umræðu þegar að koma að 3. orkupakkanum og þegar að koma bókun 35 til að segja að þetta væri ekki áhyggjuefni. Og ég, allt sem ég er að fara að segja hérna er með þeim fyrirvara að ég er ekki löglærður og mér finnst ekki sérstaklega gaman einhvern veginn að lesa lög, en ég er samt stjórnsýslufræðingur en maður þekkir eitthvað af þessu. En það sem mér hefur þótt til því sérstakt er að oft er að fólk til þess að tala um Evrópusambandið og er að tala um þessi mál. Það hefur aðeins breyst svona í seinni tíð er að þetta snúist ekkit fullveldi Íslands, heldur sé bara einhvern veginn til þess að beisla og koma aga á reglugerðir, sem að er alveg eitthvað sem að er sannleikskorn í, en aftur á móti fyrri hluturinn sem ég er að nefna, sem er fullveldi, er að sjálfsögðu snýr þetta að því að við séum að fyrirgera fullveldi Íslendinga.
Og það hefur einhvern veginn alltaf þótt vera svona aðhlátursefni. Ég menna Arnar Þór hefur verið mikið að tala þetta og hann einhvern veginn svona já, nei, hann veit nú ekkert hvað hann að tala og fleira þar fram undir götunum. En núna finnst mér þetta bara vera með augljóst dæmi það sem Arnar Þór hefur verið að vekja athygli á og aðrir sem hafa verið svona gagnrýna stefnu ESB og samstarfi við ESB hafa haft rétt fyrir sér að einhverju leyti. Og það er tökum bara bókun 35 sem dæmi. Eina sem ég veit þær umræður að þær byggja á því að reglur ESB eigi að ganga lögum Íslands framar og að þetta sé eitthvað sem ætti á sama tíma samt ekki að leggja stein í götu okkar við að taka eigin ákvarðanir. Og ok, það hljóma nú bara eins og það haldi ekki vatni, en eins og segi, þá var ég ekki, ég er ekki löglærður, ekki með forsend til að meta það, en ástæðan fyrir ég nefni þetta er núna, í þessu dæmi sem ég var nefna, Hvammsvirkjun, þar sem er fyrirhuguð vatnsaflsvirkjun í Þjórsá, sem ætti að skila aukinni raforku upp á 95 kW. En það er eins og búið að setja þessa virkjun núna í uppnám og að svo virðist allar aðrar virkjanir sem við myndum vilja setja á legg. Og af hverju er þetta? Jú, út af Evróputilskipun. Þrátt fyrir það sé algjör samstaða það að við þurfum að auka orkuöflun á Íslandi og allir sem töluðu fyrir því að þetta ekki að virkja voru kosnir út af þingi, að þá eru erlendir aðilar að banna okkur að virkja í okkar eigin landi. En komum aðeins dýpra í þetta. Ég fór að rýna aðeins í þennan dóm frá héraðsdómi en hann byggir á dómakröfu stefnanda sem það bil 10 einstaklingar minni mig og 1 fyrirtæki eða lögaðili þar sem krafist að felld verði úr gildi heimild umhverfisstofnunar til Landsvirkjunar, til byggingar Hvammsvirkjunar og leyfi Fiskistofu fyrir byggingu sem sagt held ég virkjunina sjálfa eða þess húsins. Eins og ég skildi þetta, gæti verið rangt fyrir mér en allavega þessar 2 stofnanir leyfið þessara 2 stofnana ætti að vera fellt úr gildi. Og í þriðja lagi svo það líka það að orkuverið sjálft leyfi til þess að reka það kom frá Orkustofnun að það yrði einnig rekið úr gildi þannig að þetta þessar 3 orkustofnanir þrjár stofnanir. Og þeir sem stefna eru að sjálfsögðu eflaust allavega landeigendur þannig að út frá svona eignarrétti og svona sjónarmiði svona að fólk geti tekið ákvarðanir það landsvæði sem það á að þá hef ég ákveðna samúð með þessum sjónarmiðum. En ég ætla að lesa smá úr dómnum og þetta er sem sagt 94. málsgrein á blaðsíðu 28 og hér segir sem sagt stefnendur byggja á því að ramma tilskipun Evrópusambandsins 2060 EB á sviði vatnamála, svokölluð vatnatilskipun, sé skuldbindandi fyrir Ísland samanber XX viðauka EES samnings og ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar. Til innleiðinga vatnatilskipunu hafi Alþingi sett lög númer 36/2011 stjórn vatnamála. Og svo segir einnig á blaðsíðu 32 líkt og rakið hafi verið, líkt og rakið hefur þetta örugglega átt að vera, er engin ágreiningur að bygging Hvammsvirkjunar myndi leiða til þess að ekki yrði hægt að ná fram bindandi umhverfismarkmiðum samkvæmt 11. grein laga stjórn vatnamála, þessar sem ég var að nefna áðan innan EES. Undan þá verði aðeins veitt við sérstakar aðstæður og ekki nema að uppfylltum ströngum skilyrðum. Og svo það líka nefnt að þessar tilskipanir hafa ekki áhrif á alla framkvæmdir varðar viðbótar vatnsaflsvirkjanir og eitthvað fleira þar fram til göttunum sem ég enda skil ekki alveg hvernig er rétt út frá því sem kemur svo fram í síðari hluta dómsins. En svo líka talað mikið svokallað vatnshlot. Að það sem sagt versni ekki en vatnshlot eru sem sagt vistfræðilegir gæðastaðlar sem eru metnir með álagsgreiningu eins og ég skil þetta. En samkvæmt þessu virðist það ekkert vera sérlega afmarkað hversu mikil umhverfis áhrif svona virkjanir megi hafa á þetta vatnshlot sem eru svona gæðastaðlar það hversu mikil umhverfis áhrif það að fara í virkjunina hefur á heildarumhverfið. En það virðist vera mjög óljóst og svona erfitt að túlka það nákvæmlega hvað í því felst. En áður en ég svæfi ykkur með þessu leiðindahjali, það langar mig út af því ég er ekki löglærður, það langar mig bara að tala þetta svona í breiðari mynd.
Því að þó svo að þessi dómur segir að hann eigi ekki að valda því að allar virkjanir séu svona, já, á ákveðinu bara hold þangað til að einhverju verið breytt, að þá var eins og ég segi, það er hægt að túlka þessi ESB lög mjög vítt, en sko undanþáurnar á að túlka verulega þröngt, sem lætur mann sko velta því fyrir sér hversu mikið vald við höfum yfir höfuð á okkar eigin málum. Því að við þessi skilyrði þá virðast okkar völd vera afar lítil, og eins og ég hef sko sagt, þá hef ég skilning á því að landeigendur eiga að vera svona hlutaðeigandi í því að ræða þessi mál, en ef að erlendir dómstólar eru að fara að skera úr hvort að umhverfi eigi að njóta vafans í hvert skipti sem svona ágreiningur kemur upp, að þá erum við komin í algjöra pattstöðu, augljóslega. Því að ef það er alltaf hægt að túlka eitthvað mjög vítt sem kemur að því að banna þetta, en undanþágur og leyfi á að túlka mjög þröngt, að þá erum við náttúrulega sko, ofan á þetta náttúrulega, að þá tekur 20 ára fyrir okkur að fara gennum leyfisveitingaferli á svona málum, en það tekur einhverjar, sko, maður hefur heyrt að það teki einhverjar vikur. Heiðar Guðjónsson var að segja hjá Gísla Frey núna að það taki ár að ég held, þangað til að aðilar geta komið með umsagnir eða kærur eða eitthvað þannig, og ef að engar athugasemdir koma inn, að þá virkjunarleyfið sjálfkrafa veitt, og meira að sko innan ESB að þá það 2 ár. Þannig að einhverju leyti þá erum við að sko taka alla það reglur sem að virðast geta stöðvað svona mál og innleiða þær, túlka vítt hvenær það á að banna eitthvað, túlka þröngt ef á að leyfa eitthvað, samhliða því að það tekur áratugi að fá leyfi. Þannig að sko þó svo að það er sagt í dómnum að þetta mun ekki koma til með að hafa áhrif á allar vatnsaflsvirkjanir og að svona önnur leyfi, að þá í praktík get ég ekki séð hvernig það gera það ekki. Og þá fer maður líka bara að velta því fyrir sér sko hvernig staða á reglum ESB hefur verið undanfarin ár bara sem fyrirbæri. Út af því að það hefur alltaf verið talað um það að þetta sé eitthvað svona sem straumlínulagar og agar íslenska löggjöf, en er þetta ekki sko frekar skýrt dæmi það að við séum að rýra sko fullveldi Íslands, ekki bara eitthvað svona smávægilega, þetta snýst ekkit eitthvað einn dómur eins aðila á einhverjum einu svæði, ef að þetta hefur einhvers konar fordæmi, ef þetta er svo sagt fordæmisgefandi eins og heitir á lagamáli, að þá erum við bara í praktík búin að banna vatnsaflsvirkjanir, sem hefur sko verið helsta burðarstaða þess að við getum sko lifað sómasamlegu lífi á Íslandi. Þannig að, og ég er ekkert eitthvað svona harður virkjana sinni, ég hef alveg verið svona sympatísku gagnvart ýmsum sjónarmiðum sem að kemur við því að við erum að vernda náttúruna og hvað þar fram til göttunum. En ef við tökum, sko, út af því ég hef rosalega mikið verið að fjalla það að við sko berum virðingu fyrir náttúrunni, en við séum á sama tíma að bera virðingu fyrir framtíða kynslóðum, að þá geta þessi sjónarmið stangast á, og í orkumálum þá er einfaldlega að gera það, út af því að ef við erum ekki að reyna að búa þannig hnútana að við höfum næga orku og næga getu til þess að hafa aðgengi á hinum ýmsu stöðum, þá er ég ekki bara að tala um það að við séum með næga raforku, þá er ég líka að tala um aðgengi að henni, og þá kemur náttúrulega fólk og segir já, nei, við þurfum bara að bæta dreifikerfi. Það er ekki alveg rétt, það er bara ekki auðvelt að gera það eins og að segja það, en við erum alveg komin í pattstöðu að svo virðist, og þetta er líka bara alltaf túlkað sem bara einhver sigur, bara það að rýra kjör framtíða kynslóða og sko milljarðatap eins og þetta, sko Hörður Arnarsson sem ætlar nú að reynda að koma í podcast á næstunni, svo ætla ég líka að fá Andra Snæ Magnason og Sigurð Hannesson. Ég ætla að fá þá alla til að ræða þetta mál og svona út frá hinum ýmsu sjónarmiðum. Ég ætla að reynda líka að fá einhverja fleiri sem eru svona með þessu, út af því að það er svo sérstakt að þetta er alltaf túlkað sem sigur. Það er alltaf túlkað sem sigur framtíðar kynslóð, út af því að þau geta fengið að horfa á náttúruna, en þrátt fyrir þetta að þá erum við ekkert að hugsa um það hvort að þau munu koma til með að búa þessu með lífsgæði, því að eins og ég segi sko, raforkan er helsta forsendan fyrir því að við höfum að hérna gott. En við erum bara einhvern veginn svolítið, og þetta er ekki einskorðað við orkumálun, þetta er bara á einum ýmsu sviðum, ef við tala bara kjör opinberra starfsmanna sem ég er hluti af, að þá eru einhvern veginn kulnun orðin sjálfkrafa réttur
allra og eykst og við eitthvað, já, nei, við þurfum bara að auka við lyfjanotkun og koma öllum í sálfræðitíma til þess að takast á við það. Engin, nei, við ætlum ekki að ræða símanotkun eða við ætlum ekki að reyna að ræða það að fólk á kannski að standa eitthvað af sér eða þurfa að takast á við lífið. Nei, við þurfum bara að koma öllum í frí úr vinnunni á launum og sálfræðitíma og þá einhvern veginn bætum við þetta. En já, við erum bara svolítið eins og gleðibankinn. Við erum bara eins og, við komum bara fram við framtíða kynslóðir eins og gleðibankar. Við tökum bara út og leggjum ekkert inn. Það ég get ekki hort á þetta öðruvísi. Við erum, ég var að hugsa bara um daginn, ég heyrði þennan söng og það eins og við horfum á lífið sem svolítið, já, bara svona skuldbinding gagnvart sjálfum okkur en engum öðrum. Það bara, við getum bara tekið endalaust út og við þurfum ekkert að leggja inn og vonast bara til að einhver annar grípi boltan. En sko, svo við komum okkur aftur, þetta staðan sem við viljum vera í gagnvart ESB og okkar fullveldi? Og nei, ég ekki að tala um svona einhverju efnahagslegu frelsi eða fjórfrelsinu og þó svo að það geti komið upp svona álitamál fólksflutninga á næstu árum. En ef að sko þetta fjórfrelsi sem kemur frá ESB sem vörur, þjónusta, fólksflutningar og peningar, ef ég að mynda rétt, ég gleymi alltaf einu, en ég held að það séu þessir hlutir, að þá sko þetta eitthvað sem að mér finnst alveg eðlilegt að endurskoða því að ESB í dag ekki rekið eins og það var rekið þegar að Maastricht-sáttmálinn var lagður á laggirnar. Þetta rekið sem miklu meira reglubandalag frekar en viðskiptabandalag sem að ég held að Heiðar Guðjónsson hafi sagt núna í þættinu sem ég var að nefna hérna áðan hjá Gísla Freyði Þjóðmálum. En í öðru hlaðvarpi sem að ég tók við Guðmund Hafsteinsson sem frumkvöðull og fyrrum starfsmaður Google og Apple, að þá lýsti hann sínum eigin áhyggjum gagnvart Evrópu svona. Þetta ekki línulegt, þetta ekki bara það hæfa eins á en við samt komumst örugglega, þetta ekki samband við að keyra bíl og við sem ekki keyra 200 heldur keyra bara 90 eða 60 og þá komumst örugglega leiðrandi. Þetta ekki sama vegna þess að sko leið og þú setur hindranir í vegi fyrir framþróun að þá hægir ekki á henni, þú drepur hana og það hættan. Og það orðið þannig núna að sko lítil fyrirtæki sem að byrja í tæknigeranum í Þýskalandi, ég að heyra tilfellum sem fyrsta sem ráðir lögfræðing og það þetta sko hrikaleg þróun og ég sá daginn eitthvað, þetta ekki staðfest en það að GDPR sé sko fyrir fyrirtæki undir ákveðin staðar getur við verið alltaf 15% af þeirra kostnaði að sinna GDPR reglugerðinni og þau ert búin að setja. Hvað það nákvæmlega? Já, fyrir ekki, það persónuverndar nýja í Evrópu og þarna að þegar þú setur meiri reglur á þetta og þá sko þegar ég að byrja með nýja hugmynd þá veit ég ekkert hvert ég að fara og ég veit ekkert hvað almennilega að fara að gerast í smáatriðum. Ég kannski með hugmyndina en ef það ofan líka óvissa með hvort ég megi gera þetta vegna sem ég get ekki lýst nákvæmlega hvað ég fara að gera þannig það líka líkur því að ég sé að gera eitthvað sem kannski stangast á einhverjar reglur ég þarf stöðugt að tjekka á því að megni að hugmyndum munu þá hætti maður segja ok, ég ætla ekki að taka sensin ég geti verið að gera eitthvað sem bannað vil það ekki og refsingarnir eru þetta harðar þannig sko þetta ekki það að þú hægir á þessu heldur þú rauninni sko kæfir þetta og þetta svona umhverfi sérstaklega slæmt fyrir lítil fyrirtæki sem hafa ekki bolmagni til að kynna sig hvað þetta flóknar reglur þannig að það sem gerist að eftir sem að sitja meira og ég ekki móti því það þarf reglugeri fyrir ákveðna hluti og það þarf að hugsa umhverfi allt þetta ég ekki anarkisti að tala gegn einhver svona en bara þegar þetta orðið svona flókið og stórt og sérstaklega hluti sem við erum ekkert að vera hreinu hvernig muni þróast þá hættir á því svæði en það sem meira sem fólk gleymir alltaf við búum í frekar opnum heimi þannig að einhver klár einstaklingur í Frakklandi sem fær geggja hugmyndin hrættu við að gera þar flytur bara til Bandaríkjanna eða eitthvað annað sem maður má gera hlutina þannig að þetta íti líka og þetta ekki hypothetical þetta ekki hypothetical, nei og þannig að þetta ekki það að þetta minna hægja á hlutum með Evrópu heldur ef þetta heldur áhrif sem horfir að þá smá saman bara verða ekki ný tæknifyrirtæki á þessu sviði til í Evrópu þau bara verða ekki til þar og þetta meira það slæmt að þegar Apple kemur með Apple Intelligence inn í símanum sína og Apple
eitt stærsta fyrirtæki heimsins, þau biðu með að koma með til Evrópu eins og þau vissi ekki hvort að það stangast á reglugerðunar. Sko ástæðan fyrir ég sýna þetta myndband ekki endilega út af því að þetta snýr nákvæmlega að þessu umræðefni. En mér finnst þetta varpa ákveðinu ljósi á ákveðina sýn sem að Evrópa að keyra á og að svo virðist í síauknum mæli. Og þetta náttúrulega, sko þetta hefur mjög lengi verið vandamál svona ákveðna skrifræðiskerfa. Hann Max Weber sem var náttúrulega ákveðin svona faðir skrifræðiskerfa og skipulagskerfa eins og við þekkjum það í dag, að hann talaði járnbúr skrifræðisins sem byggði á hugmyndum Plató, ef ég muna rétt, sem var teleskóp eða svona tilgangshyggju, þar sem fyrirbæri voru útskýrð út frá tilgangi eða markmiði í stað þess að horfa á raunverulegar afleiðingar. Þetta eitthvað sem að Thomas Sowell hefur einmitt sagt það hið opinbera þegar það ætlar að fara að gera eitthvað, að þá hugar það ekki að raunverulegum afleiðingum, heldur byggist ákvarðanasetningin aðalega á því að hafa eitthvað markmiði. Við erum að koma til móts við þessa hópa, en hvaða raunverulega afleiðingar hefur það? Það getur haft þar afleiðingar að þessi hópar verða verri í stakk búinir til þess að takast á við lífið eða býr bara endfallega til verri kjör fyrir þá, en út af því að markmiðið svo göfugt, það hljómar svo vel, þetta svo flott framsetning, að þá sjálfkrafa erum við komin í þá stöðu að við erum farin að réttlæta undir formerkjum markmiði í stað afleiðinga. Og þetta náttúrulega, eins og segi, þetta frábær leið til þess að horfa á reglufargan ESB og ímyndið ykkur hvaða væri mikið sem við myndum koma til með að horfa öðruvísi á ef við myndum skoða reglur og annað eins og í Evrópu og líka reyndar á Íslandi út frá raunverulegum afleiðingum í stað markmiða. Þú veist, það svo margt sem við erum að gera sem við teljum okkur í trúum að sé gott, þrátt fyrir það að afleiðingarna séu mjög bersýnilega augljósar fyrir framreyndar en sérstaklega eftir á. Og hvað gerist þegar það orðið augljóst eftir á? Jú, þá ertu bara búin að fá oflítið fjármagn, þá þetta bara svo illa fjármagnaða málaflokkur. Svo sópað meira fé, bara eins og með, ég veit að þetta eldfimt mál og ég ætla nú ekki að vera að tala það, en eins og með bara eiturlyfjanotkun. Af hverju eykst eiturlyfjanotkun sífellt eftir því sem við erum að setja meira fé í í þennan málaflokk? Það bara spurning sem einhvern veginn dónalegt að spurja út að þetta viðkvæmur málaflokkur, en ég velti þessu samt fyrir mér. Af hverju virðast vandamál aukast eftir því sem meira fjármagn sett í málaflokkin? Þetta eitthvað sem alveg með ólíkindum. En eins og segi, járnbúr Weber sem sagt að reglur og ríkisvæðing, svona hluta og lausna og annars, sé eitthvað sem að hefur eða þess að skilvirkni bundin við það að þú sért að gera meira. Og maður hefur séð þetta innan opinberra kerfa þar sem að reglur eitthvað sem hort á sem árangur kerfisins. Ef að þú getur komið inn einhverjum reglum, að þú vinnur til að sjá einhverju stofnun, segjum húsnæðis, HMS góð stofnun til þess að meta út frá þessum forsendum, að HMS hefur hag af því ekki endilega að leysa vandamál, heldur til að búa til einhvert nýtt reglufargan með háleitum markmiðum. Þá ertu komið með rosalega mikið reglum sem stangast á hvort við aðra og reglur verða til reglnanna vegna. Og skynsemi kerfana leiðir til þess að frelsisgerðingar og svona afpersónuvæðing verður til staðar, þar sem að reglur ekki endurskoðar, heldur búin til nýja reglur til þess að takast á við þau vandamál sem að fyrri reglur sköpuðu til að byrja með. Og þetta nákvæmlega það sem ég held að sé að gerast innan ESB og til dæmis eins og í þessu dæmi, þar sem að við getum ekki virkjað í okkar eigin landi með hreinan pólitískan vilja og tala nú ekki alla þessa umræðu sjálfbærni og hreina orku og loftslagsmál, að þá erum við með við erum með nýtt umboð, glænýtt umboð, pólitískt. Við erum með hreinan vilja. Það enginn á alþingi sem að vill ekki virkja. En við erum samt sem áður í þeirri stöðu að við þurfum að lúta reglum til þess að takast á við slæmar afleiðingar regluna með aukinni regluvæðingu. Og eins og ég segi, það mjög fáheyrt að reglur séu endurskoðaðar og ef það gert og þá þeim oftar en ekki skipt út
fyrir eitthvað ennþá meira íþyngjandi til þess einmitt að málaflokkurinn fá ekki frelsi til þess einhvern veginn að missa sig úr böndunum og tjáningafrelsi, það er að fara út í öll málefni sem við kemur í ESB á síðustu árum og para það við nákvæmlega þetta sem við erum að horfa upp á í dag með Hvammsvirkjun. Þetta virðist vera eitthvað lítið, 95 kW, já, við getum bara fundið það einhvers staðar annars staðar. En við erum raunverulega í þeirri stöðu að við getum ekki virkjað. Það er ekki, ég get ekki, ef að þetta er niðurstaða dómsins, þá hlýtur það að vera. Og það er eins og ég segi, svo ég nefnaði bara enn einu sinni. Túlka vítt hvenær á að banna, þröngt hvenær á að leyfa. Og svo er náttúrulega með þetta vasslot, þar sem að er að túlka rosalega vítt hvenær eitthvað verður fyrir umhverfisáhrifum. Það sjálfsögur verður eitthvað fyrir umhverfisáhrifum ef við erum að virkja. En sko, hver er hérna fórnarkostnaðurinn af því? Það er ákveðin bara fórnarkostnaður fyrir lífsgæðum. Þannig að ég á rosalega erfitt með að skilja hvernig þetta getur farið heima saman. En svo er það þessi punktur sem er náttúrulega, ég mun að nefna nokkru sinnum, sem er bara sú spurning hvort það sé ekki hægt að fara rök fyrir því að það sé orðið mikið áhyggjuefni hvort að EES og ESB samningarnir eru farnir að taka af okkur fullmikið af fullveldi. Og nú er ég að tala sem maður sem hafði ekki áhyggjur af ESB fyrir ekki svo löngu, heldur ég var bara frekar hlynntur því að við myndum ganga inn í ESB. Núna er það náttúrulega orðin algjör fásina. Ég næð því einfaldlega ekki hvernig það má vera að nú þegar að Evrópa er orðin sko ömurlegur kostur og hefur ekki verið jafn ömurlegur kostur örugglega, ég veit ekki hversu langt maður þyrfti að fara aftur í tíman sko, á allavega 6 ára tíð, það verður aldrei verið jafn ömurlegt en við ætlum núna að fara, við erum með ríkisstjórn núna sem að setja þetta dagskrá, sem var aðalega kosininn út af því að hún tók ESB á dagskrá, að það var fyrsta verk að setja umræður þetta á dagskrá. Og eins og segi, mér þykir vænt mjög marga stjórnmálamenn sem eru í þessari nýju ríkisstjórn og ég held mjög mikið með þeim eins og ég er búin að vera að fjalla þessum. En mér finnst svolítið skrítið að vera að rýra eigið persónulega pólitíska kapital með því að setja ESB svona mikið á dagskrá. Sko, segjum svo að ef við hugsaum þetta bara praktískt, þú setur ESB á dagskrá 2027, getur verið sniðugt að gera það þannig að þá ertu svona friðþægja ákveðnar hávara raddir, sérstaklega innan viðreisnar, til þess einhvern veginn og svo einhvern veginn erum við að fara að skoða aðelda viðræður og kíkja í pakkan og þetta dót. En svo er farið að stað bara strax einhvern veginn í það bara, aldrei svona bara fullvirk. Og ég skil ekki af hverju stjórnmálamenn myndu á annað borð gera þetta að vekja svona mikla athygli á þessu. Þegar þú varst kosin inn undir þeim formerkjum að þú varst ekki að tala um ESB og ég segi það út af því að Viðreisn og Samfylkingin voru ESB-flokkar fyrir kosningar. Það er að segja áður en að sérstaklega Kristrún fór að kynna sig og áður en að Viðreisn fór að svona tala um nýjan tón að þá voru þau ESB-flokkar. Þannig að þau voru bókstaflega kosin út af því að ESB var ekki dagskrá. Þannig að mér finnst alveg mjög einkennilegt að þau séu að fara að setja þetta á dagskrá núna. Skoðið þetta bara eftir 3 ár. Haldið þessu bara svolítið leyndu. Nei, við erum núna að pæla í því að ná niður verðbólgunni og bæta kjör Íslendinga. Síðan getum við að fara að huga öðrum málum. Fólk kaus ykkur út af þetta. Haldið ykkur við þetta, ekki fara að rýra pólitíska kapital ykkar á fyrsta degi. Sérstaklega þegar við erum að fá fréttir um það alla daga að Evrópa sé á leið niður á við. Allar tölur, atvinnurekstur, fyrirtækjarekstur, stéttarfélagsmál, lífeyrissjóðamál, útlendingamál, öll þessi mál eru sko í hræðilegu ástandi og á leiðinu niður á við. Hvað var þar lýðheilsu niður á við öll þessi mál eru á leiðin niður á við og þið ákveða að setja á dagskrá. Ég skil þetta ekki og nú veit ég ekki hverjir eru í ráðgjöf fyrir ríkisstjórnarflokkana en ég ætla bara að veita ykkur eina ókeypis hérna. Sko, hættiði að beina athygli að versta málun ykkar. Reynið að vekja athygli því Jóhann Páll hefur verið að gera þetta vel, bara búin að skjóta hans og gulla að segja hvað hann hefur verið latur við að virkja þessa virkjunarkosti.
reyndi mér þess að segja að þessi Evrópulöggjöf væri svolítið á þetta hafi verið í höndum Gulla og Gulli hefði klúðrað þessu. Mér varst það svona kúnstugt og sniðugt, en ekki fara að vekja athygli á Evrópu. Gerið það fyrir ykkur sjálf og reyndar Íslendingar líka, út af því að ég held að það væri ekkert sem að andstæðingar Evrópu myndu vilja, eða ekki andstæðingar Evrópu heldur Evrópusambandsins, myndu vilja frekar heldur en nákvæmlega að við myndum kjósa þetta eftir 3 ár. Ég held að Hjörtur Jó Guðmundsson og allir sem hafa verið að halda þessa lofti séu bara að pissa í buxurnar og spenningi yfir því að fá að kjósa ESB og tala þessi mál. Þetta verður hræðilegt fyrir okkur, líka hvernig, og þetta er tvíeggjað svar líka, hvernig ætla ég að fara inn í kosningar ef að þetta mál sem að hefur verið svolítið viðloð við það að vera einkenni allavega Viðreisnar, hvernig ætla ég að fara inn í kosningar verandi nýbúin að tapa þjóðaratkvæðagreiðslu ESB? Þið þetta að leggja niður flokkin. Ég veit, eða ekki, kannski færið þið bara aftur í það að tala það að gjaldmiðlinn sé ekki góður og eitthvað. Ég er sammála því, ég vil nýjan gjaldmiðil, en ég vil ekki evruna. Ég er ekki að fara að niðurgreiða síðastu einhverja aðila og vera einhvern veginn bara eins og Þýskaland sem búin að vera að draga hagvöxtinn í Evrópu en ekki sjá neitt sjálfur. Við erum búin að sjá stórkostlegan hagvöxt á Íslandi, ætlum við fara bara einhvern veginn að dreifa honum alla sem eru að standa sem miklu verr og sem að fara eins og frakkar sem að bara fara og öskur út á götu ef að lífeyrissjóðsaldurinn á að vera eitthvað hækkaður langt, ég held að það sé miklu minni hjá þeim heldur en hjá okkur. Við viljum meira þess að helst vinna til eftir við erum ánum 70. Þannig að ég held að þetta sé bara ég held að þetta sé ekki gott. Ég var að tala um manneskju sem bjó í Frakklandi og hún einmitt að segja bara það er orðið svona áþreifanlegt lífskjaramál hvað fólk er snemma að hætta að vinna og líka ákveðið bara svona viðhorf til þess að vinna í Frakklandi byggist miklu meira á því svolítið eins og við erum aðeins farin að sjá að þú er að nýta réttin, að veikindaréttur sé einhvern veginn bara svona hluti af þínum lífskjörum, þetta er eitthvað sem þú eigir að nota. Hún nefndi það sem dæmi að vinkonurinnar væri oftast að byggja sínar hugmyndar á því að þær færu að vinna í einhverja mánuði til að sækja sér einhver réttindi til þess að fá greitt út þegar þær færi að ferðast án þess að þurfa að vinna. Þannig að ég held að það verði bara hræðilegt í alla staði ef við myndum fara í Evrópusambandi eins og við statt í dag. Það geti vel verið að það komi til með að breytast, ég bara gerir mér ekki grein fyrir því. En eins og ég segi, ég veit ekki hvernig það að halda utan þetta. Og náttúrulega þetta mál með Hvammsvirkjun, ef það er fordæmisgefandi og við erum komin í þetta, það geti ekki sótt okkar eigin orku, að þá er það ennþá verra fyrir þá sem er að tala fyrir Evrópusambandinu. Og ég held að heimurinn sé bara að hreyfast það hratt að Evrópusambandið mun koma til með að verða verri og verri kostur. Jóhann Páll er búinn að tala það að það þurfi að búa til einhver sérlög á Alþingi. Heiðrún Lind talaði það að það væri eitthvað sem við myndum koma til með að sjá Hæstarétt, sem sagt með þessa Hvammsvirkjun, að Hæstaréttur myndi koma til með að ýta þessu út á borðinu og ef ekki þá myndi Alþingi þurfa að grípa boltann. Og Jóhann Páll er búinn að tala að setja á einhver sérlög út af því að forveran Gulli gat ekki gert það. Það verður bara áhugavert að fylgjast með þessu. En svo eins og segi, bókun 35, margir búin að vera að tala þetta, hefur alltaf verið einhvern veginn hlegið að þessu. Ég er ekkert hlægjandi lengur, mér finnst þetta ekkert svo fyndið. Og ég eins og segi, og eins og ég nefndi í byrjun, ég er ekkert með einhverja lagalegar forsendur til að meta þetta. En til dæmis bara það, hljómar það ekki bara mjög illa að reglur sem að koma úr þessu járntjaldi eða járnbúri Weber, einhvers konar, að regluna séu að fara að verða mikilvægari heldur en okkar Íslendinga. Ég get ekki séð að bókun 35 sé það góður kostur. Og ætla það sjálfstæðismenn að fara á landsfund undir þeim formerkjum að þeir séu að fara að samþykkja þetta eins og þau töluðu allt síðasta kjörtímabil. Þetta eru bara það eru svo ótrúlega margar spurningar. En eins og segi, þetta byrjar skemmtilega. Ég er mjög spenntur fyrir þessu ári. Þetta áttur að hreyfast mjög mikið. Það var náttúrulega Trump verður svarinn inn í embætti eftir
2 daga. Hann segist alltaf, hann ætlaði að taka eitthvað rosalega þungt á innflytjendastefnunni. Ég las það bara rétt áður en ég byrjaði að taka upp. Þannig að eins og segi, það verður mjög áhugavert að fylgjast með stjórnmálum á næstunni. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra í dag. Takk æðislega fyrir að hlusta, kæra hlustandi. Pardus.is/1pæling ef þú vilt slást í hóp með þeim sem sjá til þess að þetta hlaðvarp sé til staðar. Ég er að sækja styrkjendur en aftur á móti þá er mín mikilvægasta stoð að ná svona í microfunding eða hvað sem það nú heitir, þar sem að einmitt aðilar eru að greiða smávægilegt gjald. Findu einhvern hlut sem kostar 990 krónur í dag annan þetta hlaðvarp. Ég ætla ekki að hækka það og mér langar að halda því þannig. En eins og segi, það er svolítið byggist á því að ég geti haldið, það er mikilvægt fyrir mig að ég geti haldið þessu úti og til þess að ég geti það að þá þarf ég bæði ekki að ég þarf að passa mig að reiða mig ekki of mikið á styrkjendur, heldur langar mig aðalega að áskrifendur styðji mig í þessu verkefni. Nú, ef þér finnst þetta mikilvægt og ef þér finnst þetta skemmtilegt þá máttu endilega gera það. Mér þætti ævinlega vænt það. En ég vona að þú sért að eiga frábæra helgi, kæri hlustandi og áskrifandi. Ég ætla bara að segja þetta gott. Takk æðislega fyrir að hlusta, þangað til næst og hafa það gott.